Sæl veriði. Í þessum þætti ætla ég að fara yfir vinnusvæðið í hugbúnaðinum GIMP, en honum svipar mjög mikið til Photoshop. GIMP er opinn hugbúnaður og hann er hægt að nálgast án endurgjalds í gegnum vefsíðuna gimp.org. Þar er hægt að nálgast hugbúnaðinn bæði fyrir Windows og Mac OS stýrikerfi. Til að búa til nýtt skjal velum maður File og New hér í efra horninu hægra megin. Hér er möguleiki á að velja hvort maður vill að verkið liggi lárétt eða standi lóðrétt. Og hér höfum við svo þó nokkuð af forstillingum fyrir stærð og upplausn verkefnisins. Ég ætla að velja hérna stærðina A4 í hefðbundinni upplausn fyrir prentun. Önnur leið til að búa til nýtt vinnuskjal er einfaldlega að opna beint þá ljósmynd sem á að vinna með. Hérna vinstra megin á vinnusvæðinu er verkfærakistan okkar. Hér eru verkfærin flokkuð upp á ákveðnu marki. Hér eru valverkfærin til að byrja með. Svo taka hér við verkfæri til að breyta stærð og skera til myndefnið. Hér eru svo verkfæri til að vinna með texta og til að mála og lita. Og að lokum verkfæri til að framkvæma ákveðnar lagfæringar. Ef verkfæri er valið, er möguleiki á því að stilla það og eiga við eiginleika þess. Aðgengi að þeim stillingum er hér hægra megin á skjánum undir tákninu sem að líkist helst hljóðmixer. Nú er ég með pensilinn valinn og hér hægra megin get ég breytt hlutum eins og stærð og formi. Ef ég vel annað verkfæri í verkfærikistunni eins og til dæmis textatólið, þá fæ ég upp möguleika á að stilla það undir þessum sama flipa. Ef við skoðum palettuna hér hægra megin aðeins betur, þá sjáum við að það eru fleiri flipar. Við höfum til dæmis þennan flipa hér sem gefur okkur aðgang að lagskiptingu verkefnisins, því sem að kallast á ensku layers. Það er sérstaklega fjallað þetta fyrirbæri í öðrum þáttum í þessu efni. Hér höfum við einnig aðgengi að afturköllunarlista, á ensku undo eða history list. Þetta er listi yfir allar þær aðgerðir sem við höfum framkvæmt í vinnun okkar við verkefnið í réttri röð. Þannig að ef við viljum fara tilbaka og hætta við það sem við höfum gert, þá getum við það með því að smella á þann stað sem við viljum fara tilbaka á þessum lista. Ef við skoðum svo aðeins bakkan hér efst á skjánum, þá finnum við möguleikann á því að opna fleiri palettur á vinnusvæðin okkar. Til dæmis með því að fara hér í Windows og velja Dockable Dialogs og haka við þær palettur sem við viljum nota. Þær opnast þá á mismunandi stöðum annaðhvort hér hægra eða vinstra megin á vinnusvæðinu. Hér höfum við svo aðgengi að ýmsum filterum svipuðum og má finna í Photoshop. Og hér höfum við aðgengi að litastillingum og fleiri stillingum fyrir lögin eða lagskiptinguna í verkefninu. Og svo eru hér stillingar sem gera okkur kleift að breyta stærð og lögum og formi þeirra mynda sem við erum að vinna með. Það er eitt ákveðið verkfæri sem við notum ákaflega mikið þegar við erum að vinna í myndvinnslu. Sérstaklega þegar við erum að setja saman verk úr mörgum mismunandi hlutum. Það er Free Transform verkfærið sem við notum til þess að stækka og minnka hluti. Og það er að finna í verkfærikistunni hér vinstra megin. Þegar við veljum það, opnast gluggi. Þar getum við læst hlutföllunum í hlutnum eða myndinni sem við erum að vinna með því að smella á keðjutáknið eða sleppt því að læsa hlutföllunum með því að smella á það aftur. En þá hefur maður möguleikann á því að toga og teygja hlutin sem maður er að vinna með. Flutningsverkfærið sem kallast á ensku Move Tool er verkfæri sem er notað til að færa til hluti og kemur iðulega góðum notum og er ákveðið svona grunntól sem maður yfirleitt er með valið á milli aðgerða. Og það má finna hér í verkfærikistunni líka og það á sér tákn sem er myndað úr 4 örvum sem vísa allar hver í sína áttina. Þetta var stutt kynning á vinnusvæðinni GIMP fyrir þá sem að kjósa að nota það. Takk fyrir.